Í þessu myndbandi munum við skoða hvernig hægt er að skapa tónlist með gervigreindartólinu Suno, sem býr til tónlist einfaldlega út frá textalýsingu. Í Suno er hægt að skrifa stutta lýsingu á lagi, lýsa stemmingunni, tónlistastíl og útskýra hvað textin á að fjalla um. Og út frá lýsingunni býr forritið síðan til lag með hljóðfærum, takti og jafnvel söng. Það er magnað að sjá hversu lögin verða flott, oft út frá litlu samhengi. Nú ætla ég að fara hérna í innskráningu, ég er stödd á forsíðunni og ég fer hérna í Sign In og þið getið nota Google-reikningin ykkar eða netfang, allt eftir hvað hentar ykkur best. Nemendur gætu til dæmis samið lag námsefni, búið til einkennislag fyrir verkefni, rappað sögu, náttúrufræði eða stærðfræði, fjallað eldgos, landnám, margföldun, lífríki sjávar eða reglur í netöryggi. Sem sagt, engin takmörk fyrir hugmyndafluginu. En þið gætu líka samið sjálfir texta og nota Suno til að breyta honum í tónlistarform eða jafnvel unnið í samvinnu við textagreindina eða spunagreindina ChatGPT og útbúið textan fyrst og fært hann svo yfir í Suno. Hér er ég stödd á forsíðunni og eins og þið sjáið þá getið þið farið strax í reitin hérna fyrir ofan, Make any song you can imagine. Hérna gæti ég byrja strax og byrja að skrifa inn bara stutta hugmynd að lagi sem ég er að leita eftir, en það sem mér finnst betra að gera, ég fer yfirleitt hérna lengst til vinstri og fer eiginlega strax í Create flipan. Það er meira svona hægt að gera þar. En góðu vita forrit er að nemendur og kennarar þurfi ekki endilega að kunna á hljóðvinnslu forrit eða spila hljóðfæri, en fyrst og fremst bara hafa einhverja hugmynd, lýsa henni og hlusta síðan og njóta útkomunnar. En til að ítreka þá er Suno gervigreindartól sem býr til tónlist út frá textalýsingu og hér er ég komin inn á vinnusvæðið og ég ætla að sýna ykkur hérna efst í línunni þar sem stendur Simple og Advanced. Hérna flakka ég mikið á milli þegar ég er að vinna, fyrir allt eftir hvernig lagið er sem ég er að leita eftir. Ef mér langar bara að fá hugmyndir, þá fer ég hérna oft í Simple og bara slægin, segjum til dæmis búið til glæðulegt poplag fyrir nemendur gervigreindarlæsi, sköpun og gagnrýna hugsun. Og nú er ég komin í textaritilinn og þá sjáum þið örlítið fyrir neðan, þá er hérna Inspiration og þið getið líka að skoða flokkana þar ef þið viljið hafa lagið í einhverjum ákveðnum svona stíl, að þið getið gefið ykkur tíma í það, en ég get líka bara farið hérna strax og ítt á Create. Þess bara hafa í huga að ókeypis útgáfu fylgja einungis 50 einingar, credits, þess að sjáu hérna hjá nafninu mínu vinstra megin. Þannig að það er best að vanda til verka upp á að klára ekki einingarnar strax, en það endurnýja sig daginn eftir. Í mínum skóla á skólinn einn reikning, svona prófreikning sem að kennarar hafa aðgang að og þar fylgja miklu fleiri einingar þar sem þú getur gert fleiri lög og endurgert og eftir aftur ef þú ert ekki sáttur við útkomuna. En nú ætla ég að pröfa að ýta á Create. Þannig að gervigreindin er svolítið leikstjórinn hjá okkur og hún er svona að fara að finna stemminguna og fyrir hvernig lagið og hvað hlustandi er svolítið að upplifa. Og svona hún tekur hugmyndina mína og ætlar að breyta henni í tónlist fyrir mig. Hún kemur yfirleitt með 2 og hérna sé ég enda 4 eintök, það sem ég get hlustað. En svo er það mitt svona að skoða og athuga, er ég ánægð með útkomuna? Ef ekki þá get ég bara breytt skipun og prófað aftur. Nú ætlum við að kíkja á, nú er hún hérna eins og sjáið, hún er að vinna og ég ætla að pröfa að ýta play. Við opnum daginn með spurningu í hönd, ekki bara svar heldur merking í raun. Þú skoðar, þú prófar, þú spyr af hvaða ástæðu, hvað er rétt, hvað er rangt, hvað er bara ágiskun. Láttu hugann vinna, ekki trúa. Og næsta útgáfa. Við opnum daginn með spurningu í hönd,
núna sjáu þið líka á vinnuborðinu lengst til hægri. Þá kemur textinn úr laginu sem gervigreindin býr til. Og þið getur svona rennt í gegnum það og munið bara að íslenskan er hvergi nærri fullkomin. Það góða við það samt sem áður. Ef mér líst ágætlega á textan, þá get ég farið hægra megin við textan og gert afrita og ég gæti þá farið núna í advanced flipan uppi, munið ég var stödd í symbol, ég ætla að ýta á advanced og hér geti ég smellt inn í lyrics textanum sem gervigreindin bjó til fyrir mig og þar geti ég leikið mér að því að breyta honum og þá er það þannig, þegar þú ert komin þarna inn, þá syngur hún lagið nákvæmlega eftir textan sem þú setur inn. Í symbol þá býr hún til textan fyrir þig út frá einfaldri skipun en í advanced þá getur leikið með texta sem er tilbúin. Það er svona kannski stærsti munurinn og þar fyrir neðan getur svo farið mitt eins og ég sagði við ykkur í styles, getur farið og skrifað upbeat, happy pop song eða rock song eða bara allt eftir hvernig þemað er hjá ykkur. Svo getur ég gefið laginu titil og skýrt það. En þetta nota ég margoft og ef ég er ekki heldur sátt við textan núna þá fer ég stundum með það yfir í ChatGPT og leik mér aðeins með textan þar og flyt hann síðan yfir. Og svo er það bara einmitt að leika sér þangað til að þið hittið á rétta stílinn sem að þið og ykkur finnst skemmtilegur. En eins og með öll gervigreindatól þá er afar mikilvægt að ræða við nemendur og við þurfum að nota svona af ábyrgð. Við þurfum að ræða höfundarétt og uppruna efnis, persónuupplýsingar og það að gervigreindarverk er ekki alltaf það sama og mannleg sköpun. Þannig að mikilvægt að nemendur læra að meta útkomuna og skoði hvort að lagið passi við markmiðið, er hann viðeigandi eða þarf eitthvað að skoða þetta. Sem sagt komið fleiri útgáfur, þá ýti ég á næsta. Ég kveiki á huganum með spurningu í hönd. Hvað getur þetta gert og hvað er bara tröllasögn? Ég prófa og ég spyr, ég leita að sönnun. Eins og heyri þá er íslenska bara nokkuð skemmtileg, en við þurfum að bara hafa í huga, eins og ég segi, að ræðum ábyrgðina, hugsum höfundaréttin og pössum bara að setja ekki inn of miklar persónulegar upplýsingar því að við verðum að muna, við berum ábyrgð á því sem við búum til og því sem við deilum. Þetta tól er annars mjög skemmtilegt og gagnlegt og opna fyrir sköpun hjá nemendum og þau geta fikrað sig áfram á skapandi hátt. En þetta forrit, ég myndi segja að það vera einstaklega skapandi verkfæri í kennslu en líka ekki bara til að búa til lög, heldur til að þjálfa hugmyndavinnuna, textagerð, gagnrýna hlustun og þetta stafræna læsi. Svo er bara að njóta ferðalagsins. Til að taka saman í lokin, eins og ég segi, þá er vinstra megin, þá er vinniði með symbol, þeir eru með einfaldar skipanir eða advanced, þar sem getið leikið ykkur með textan. Ég er mjög lítið að fikta öðru lengst til vinstri, að ég vinn aðalega í þessu og lími inn og nota síðan create knappinn. Síðan er það bara að skoða og hlusta. Ef þeir eru ótrúlega sátt við lagið, þá er 3 punktar, segjum að þetta er lagið sem ég er búin að vinna mest með. Það eru 3 punktar og þið getið þá sótt lagið ykkar í download sem MP3 í ókeypis útgáfu en ef maður er með keyptan reikning, þá er þetta að vinna meira með það og fá þetta eins og tónlistarmyndband þar sem að textinn kemur með okkur. Það er líka hægt að fara lengst til hægri, þar sem að fyrir ofan textan og gera remix, þannig að þetta leika sér ef maður ýtir á það. Þá er þetta að opna í svona editor fyrir prófútgáfuna, en Studio, já hún reyndar kostar núna, þannig að það er alltaf verið að breyta. En að öðru leyti tel ég að það þarf ekki meiri færni í það en að vita hvar á að byrja, hvar á að ýta á create, hvernig ég afrita textan og hvernig þið hlaðið niður laginu. Og bara njóta.